Þá snúum við okkur að flóttamannamálunum sem að hafa verið áberandi í fréttum núna út af eiginlega hryllilegu myndum sem að hafa verið sýndar í fréttunum af því hvernig breytingarnar á flóttamannalögunum virka í reynd. Það er verið að henda fólki út á guð og gaddinn eins og sagt er, út á götuna þar sem að fólk býr hvergi, hefur enga möguleika á að afla sér tekna vegna þess að það hefur ekki kennitölu og er eiginlega, já svona, ef maður á að vísa til gamalla samlíkja, er bara hent undir brúna. Helena Ólafsdóttir er öryggisráðgjafi á Sameinuðu þjóðunum og hefur stundum komið til okkar að ræða flóttamannamál og önnur mál þetta líka. Vertu velkomin, Helen. Takk fyrir. Þú skrifaði grein á Samstöðuna núna helgina þar sem að þú sagðir að þessi útgáfa af flóttamannastefnunni sem að núna er að framkallast, að hún stangaðist á við, já, sáttmála Sameinuðu þjóðanna. Þannig að þú telur að Íslendingar séu að færa sig eiginlega ansi langt frá svona því sem hægt er að gera kröfur sambandi við mannúð og reglur. Já, ég hjó eftir því að það var tekið fram að þarna væru líka barnafjölskyldur eða fjölskylda á meðal og það er náttúrulega ótækt vegna þess að börn, alveg sama hvar þau eru innan okkar lögdæmis, að þá berum við að sjálfsögðu ábyrgð á börnum. Og það er ekki hægt að færa rök fyrir því að þú getur sett börn út á götuna. Það er bara, það samræmist ekki þeim sem sagt, ákvæðum sem að við höfum skrifað undir og bara hitt er síðan má líka færa rök fyrir að þegar að fólk er komin innan landamærana og er undir lögsögu ríkis að manneskja alveg sama hvaða status hún hefur, hvað sem hún er í heiminum, hún hefur alltaf ákveðin grunnréttindi og sko, og þetta er líka eitthvað sem við höfum sko skrifað undir bara í Evrópuráðinu sem er partur af Mannréttindadómstól Evrópu. Þannig að þetta eru félagsleg réttindi, þetta eru pólitísk réttindi, þetta eru efnahagsréttindi sem að í rauninni fólk hefur hvað sem það er statt í heiminum, alveg sama hvaða status það hefur síðan. Það sem er svolítið erfitt með þennan hóp sem ræðir er það að eins og kom þetta fram í viðtali við að ég held bæjarstjóra Hafnarfjarðar að það er, sko, þau eru ekki með neitt status. Þau eru eiginlega ekki ólögleg, þó þessi búið að segja að þau er ekki löglega að fá þessi réttindi að vera áfram. Þannig að þau eru í einhverju svona skrýtnu löglegu limbói sem gerir þeim algjörlega ófært að fá aðstoð sveitarfélaga, en það gerir þeim líka í rauninni, sko, það setur þau í mjög skrýtna stöðu lagalega sér. Vegna þess að ef þú ert farin að brjóta gegn og ert sem sagt í landinu án leyfis, þá ertu í rauninni orðin skilgreindur sem lögbrjótur og þá ætti það að vera fangelsisvist eftir vill, skilurðu. En ef þú ert búin að þröngva fólkinu í þessa stöðu, þessa ómögulegu stöðu, þá ertu að sjálfsögða að brjóta á réttindum fólks. Þú veist, það er ekki hægt að, ég meina það er ekki hægt að færa rök fyrir því að þú getur þröngvað fólki í svona aðstöðu og síðan sem sagt bara ætlast til þess að þau rómi bara í einhverju óskilgreindu hlutverki eins og ríkisstjórnin er að gera. Þetta er bara óskiljanlegt með öllu. Eitthvað hefur komið fram að í einhverju tilfellunum þá hafi fólki verið neitað vernd vegna þess að ekki var hægt að sannreyna skilríki sem að þau lögðu fram hafi verið sko lögleg eða fullgild og þess vegna er þeim hafnað vernd. Hvað er það ekki þannig eins og reyndar margir hafa haldið fram að flóttafólk er oft á tíðum ekki með skilríki eða jafnvel fullskilríki? Að sjálfsögðu og það er engin, og það í rauninni meira að segja Sameinuðu þjóðirnar hafa talað það að þó að þú sért flóttamaður með ólögleg skilríki þá á það ekki að sjálfsögðu að nota gegn þér. Í þessu tilfelli, og ég ætla nú ekkert að fara að endurtaka annars ágætis framburð hjá henni hún Helga Vala var á Sprengisandi og fór bara mjög vel yfir þetta en svona bara til þess að kannski ýta undir það sem hún sagði. Það er ekki hægt að ætlast til þess að fólk, sérstaklega þegar er ræða fólk sem hefur orðið fyrir því að vera mansal flóttamenn sem hafa verið þá kannski, já, einhvern veginn kannski dregnir úr heimalandinu eða kannski, þú veist, þær hafa farið frá Nígeríu mögulega með fölsus skilríki.
Það getur verið annarkvort þegar fólk að gera það bara af því það eina leiðin til að komast út eða komast á næsta áfangastað. En í þessu tilviki, ef að það þannig að þetta fórnarlömb mansals, þá sjálfsögur þau ekki með rétta sko passa og það út af fyrir sig bara alveg nóg til þess að taka það ákvæði inn að þetta hægt að bara gefa þeim rétt til þess að vera áfram bara sko mannúðar ástæðum. Ég meina það óskiljanlegt sko að þegar annars verið búið að segja þær eru fórnarlömb mansals, þá ertu með eitthvað viðkvæmasta hóp í heiminum, konur sem hafa verið fórnarlömb mansals og að það sé ekki hægt að nota mannúðar ákvæðin. Ég ætla að ganga svo langt að segja að þetta sé frekar pólitísk stefna til þess að reyna að sýna fram á eitthvað rosalega svona við erum svakalega sterk gegn útlendingum og það verið að leika sér að lífi 50 manns til þess að koma þessari stefnu áfram að Sjálfstæðisflokkurinn sé sem sagt taki hart á útlendingamálum. Það engin svona vitlaus að fara þessa leið þar sem öll Norðurlöndin hafa ekki farið þessa leið og vöruðu við því og sögðu, og þetta kemur fram hjá Helgu Völu líka, sögðu það að þau myndi aldrei, ekki dett í huga að draga úr stuðningi við þetta fólk því það myndi enda á götunni, sem nákvæmlega það sem að gerast á Íslandi. En þetta fólk orðið leiksoppur í einhverju sýningu, það það sem ég held að sé í gangi hér. Það reyndar félagsmálaráðherrann, hann segir það að sveitarfélögin hafi raunverulega framfærsluskyldu gagnvart þessu fólki. Hvaða fólki, menn þetta fólk ekki með status, það ekki með kennitölu, það ekki með neina, það með enga pappíra upp sem eru taldir vera löglegir. Hvernig óskupunum á þetta fólk að fara eftir einhverjum verkferlum að sækja aðstoð? Þau eru ekki til. Herðu, þú talar að það sé verið að sýna svona stálhnefa, sem að vitnum nú í Óli Björn, hann orðaði þetta eitthvað svona, það að sýna sko kaldan stálhnefa í flóttamannamálum. Og þú ferði yfir í greininni svona rökin sem eru fyrir því að við verðum að bregða svona við. Eitt að því að við bara ráðum ekki við flóttamannavandann, kostnaðinni að þessu. Hvað ertu með andmæli við þessu? Fullyrðingum sjálfstæðismanna? Já, ég held að það sé, ég eiginlega fór út í það að skrifa þetta fyrst og fremst vegna sem ég blöskrar hvernig almenn umræða í gangi og hún endurspeglar að sjálfsögðu þessa harðlínustefnu stjórnvalda. Að þegar að stjórnvöld taka þennan pól í hæðina þá endurspeglast það að sjálfsögðu í samfélaginu og ýtir bara útir útlendinga andúð hreinlega. Og þess vegna fór ég nú út í það að skrifa þetta að það þarf aðeins að leiðrétta svona marga þætti sem eru á sveimi hérna á internetinu, þar sem verið að halda hin og þessu fram og í rauninni ekki grundvöllur fyrir. Þetta með það að eiga ekki efni á þessu, þetta auðvitað pólitískt val, hvar þú setur peningana. Margir, það sem mér finnst áberandi og eðlilegt að fólk spyrja sig af hverju að til dæmis aldrar og öryrkjar eigi vart til hnífs og skeiðar eða aðrir fátækir í samfélaginu fá enga almennilega aðstoð en svo sé flóttafólk og nota bene, við erum ekki að tala bara þessa 50, við erum bara að tala almennt hælisleitendur sem að eiga þá rétt á aðstoð og það bara skuldbindingar sem að við höfum skrifað undir sem partur á alþjóðasamfélaginu og sem partur á þróuðu ríki innan OECD þar sem að við erum bara skuldbundin til þess að taka við ákveðnum hópi að kvóta flóttamönnum. En það sem að gerast hér það að það verið að blanda saman ákveðnum hlutum. Ég sá bara núna áðan að þá var einhver að segja af hverju ekki að nota þessa peninga í að styrkja við aldra og öryrkja. Og þá spyr ég, eru það að grínast? Ætlið að segja mér það að ef að það væri einhver hælisleitendur á Íslandi, að þá væri stjórnvöld á Íslandi að gera eitthvað allt annað og mikið meira fyrir aldra og öryrkja, í staðinn fyrir að setja milljarði í það að styrkja bílaleigur. Þetta í rauninni í stóra samhenginu og ég bendi reyndar á það að ávinningur af því að fá flóttamenn inn til landsins í landi þar sem þarf á vinnuafli að halda hvort þið að fá fólk inn í landið sem yngra, getur unnið, sérstaklega það sem að aldurinn hækkar í samfélaginu og það verður alltaf erfiðara og erfiðara að sjá fyrir ellilífeyrisþegum vegna þess að það verður einfaldlega ekki nógu mikið af fólki í landinu til þess að vinna vinnuna. Akkur ekki að veita fólki sem í neyð atvinnuleyfi til þess að starfa hér og verða partur af samfélaginu. Í staðinn fyrir að henda til dæmis þessum 50 manns á götuna og væri alveg hægt að gefa þeim atvinnuleyfi tímabundið. Og þar með hefði bara verið komið fram hjá
komist fram hjá þessari krísu, en bara við höfum Þú ert alveg að halda því efni á fram, þessu. Helena, sko, flóttafólki séu raunverulega þjóðhagsleg verðmæti fyrir Íslendinga en ekki byrði. Já, ef að það er rétt haldið á spöðunum og ef að þetta fólk fær stuðning, og ég set fram dæmi í greininni, til dæmis með Þýskaland, því það var rosalega mikið debatað á sínum tíma þegar Angela Merkel opnaði landamærin fyrir 1.000.000 Sýrlendingum. Það er ekkert smáræðis fjöldi. En hún sem sagt gerir það, og síðan þá hafa náttúrulega verið ýmsar stúdíur gerðar, sérstaklega núna nýverið, hvernig fór þetta. Og núna erum við sem sagt, þetta er 2015, þannig að við erum að tala um 7 ár sem er hægt að 7-8 ár sem er hægt að horfa í núna. Og það er til dæmis bara Immigration eða Federal Office for Migration for Refugees, það er sem sagt þeirra útlendingastofnun væntanlega, sem hefur bara sett fram rannsókn og sýndi fram á það að 2018, það er ekki nema 3 árum eftir þetta fólk er komið, þá er 35% af þessum hælisleitendum komnir í fasta vinnu, eða í vinnu sem sagt, og farnir að borga skatta til samfélagsins. Það er 3 árum eftir. Og þá voru 75% af þessum 1.000.000 komin með sem sagt, leyfi, pappíra til þess að vinna og vera áfram í Þýskalandi. Sem er ótrúlega, sko, það er náttúrulega rosa, þú veist, það er bara regluverk í rauninni. Já. Það er að svipa hlutfall og með innfæddra. Já, og svo er annað, og þetta hefur líka verið sýnt fram og í Center for Global Development sem hefur farið fram og skoðað sérstaklega einmitt hvernig þetta hefur haft áhrif á atvinnulífið, og sérstaklega við erum að horfa á sérstaklega hvað var það sko vinnu, atvinnu ástand og síðan hvað fæst út í því með sköttum og annað. Og það var líka World Development Report sem að fór yfir það sérstaklega núna bara 2023 sem sýndi fram á að jú, auðvitað fylgja þessu alveg ýmis vandamál. Ég er ekkert að draga úr því, en bara ég nota þetta öfgadæmi með þessa 1.000.000 til þess að sýna fram á það að sko það eru efnahagslegir ábatar af þessu, en það þarf að halda rétt á spöðunum, og það líka skiptir máli þegar þú ert að integrera svona stóran hópa fólki, hvernig þú aðstoðar fólk að það verði ekki svona í þeim, þú veist, útskúað í einhverjum gettóum, og það líka á sama tíma, og þetta er það sem við Íslendingar eru núna að klikka á, að það þarf að fjalla hlutina á jákvæðari hátt, það þarf að hafa jákvæðari, sko við getum gert þetta, það þarf að vera þessi stemming, vegna þess að ef þú ert bara að spúa einhverju hatri reynilega út í fjölmiðlum gagnvart þessum hælisleitendum, þá færðu ekki stuðning þjóðarinnar, vegna þess að það var sérstaklega tekið fram að í kringum 2015 að Angela Merkel opnar þessi landamæri, að þá var svona ákveðin stemming í Þýskalandi í kringum það varð reyndar bakslag í kosningunum auðvitað, þú veist, 2 árum held ég að verið setna, en það var ákveðin jákvæð stemming og það var tekið fram í einn af þessum rannsóknum að sko 55% Þjóðverja höfðu á einhvern hátt komið að með jákvæðum hætti sem sagt integreringu þessa fólks inn í samfélagið. Það skiptir máli líka. Það hefur líka sýnt sig í könnunum sem hafa verið gerðar á Íslandi að mikill meirihluti Íslendinga vill taka á móti flóttafólki og innflytjendum og með mjög jákvæð afstöðu þess, en hins vegar hópurinn sem andmælir því, hann er náttúrulega ábyrgandi og er náttúrulega hluti af ríkisstjórninni, að við heyrðum svona ræður eiginlega frá Bjarna Benediktssyni og Tröppum Bessastaða að þessi mál væru komin út í algjört stjórnleysi og yrðu að grípa til harðra aðgerða og Alþingi hefði brugðist við að herða ekki á útlendingalögunum. Já, og þá spyr maður sig ef að mikill meirihluti þjóðarinnar er sem sagt hlynntur því að taka við flóttamönnum, af hverju eru þá þarna 5 flokkar á Alþingi, 5 flokkar sem skrifa undir þessi fáránlegu lög. Það sem er svo spooky við þetta, Gunnar Smári, er að þau svo hendast í þessi lög, þó þau segja þetta hefur verið 5 sinnum reynt, og það er engu að síður, það er farið þarna fram með þessi lög og það er ekki einu sinni búið að búa til regluverki í kringum það, eins og þetta, sveitarfélögin að taka við þeim, býtu hvernig,
Það er engin plögg, það er ekkert. Já, sko við munum gera samninga, við þurfum að gera samninga við öll þessi ríki út í heimi svo við getum bara sendt beint upp í flugvél og þau tekja á móti. Hvað heldur það taki mörg ár? Þú veist, þessar pælingar, akkur var ekki farið að vinna að þessum málum áður nú kemur með svona lög, svona fáránleg lög. Þú nefnir eitt sem að kemur oft, þú nefnir eitt sem að kemur fram í umræðinni. Það er að innflytjendum fylgir aukin glæpatíðni og þú kannast við rökin að við að læra reynslu Svíþjóðar, þar sem að lögreglan þorir ekki inn í ákveðin hverfi í Malmö og annað slíkt. Þú andmælir þessu líka? Já, ég bendir reyndar á að þetta sé snúið. Og þetta kemur aftur að því hvernig landið stendur að ég integrera hóp af fólki sem kemur og margt að ég er búið að gangi gegnum mörg áföll. En það er líka eitthvað sem við þurfum að hugsa sem samfélag. Þegar að þú kemur flóttamaður til Íslands og ert kannski öðruvís á hörund og mætir kannski einhverju ákveðnu útskúfun eða jafnvel einhverju rasisma, þá náttúrulega er þessi hópur sérstaklega ungir karlmenn og ég nefni það í greininni að það er bara alls staðar í öllum samfélögum eru ungir menn líklegri til þess að fremja glæpi. Alveg sama hvaða hópi þeim tilheyra. Þegar þú síðan hendir inn í fátækt, rasisma, útskúfun, þá er það náttúrulega alveg ljóst mál að það geta orðið stór vandamál í kringum stóra hópa af ungum mönnum. Þess vegna þarf að tækla það. Við þurfum að vera meðvituð það að þessir menn þurfa á aðstoð að halda. Þeir þurfa að vera teknir með opnu örmum og veitt tækifæri til þess að endurmennta sig og fá tækifæri til þess að fóta sig í lífinu. Þetta er flókið mál og það er enginn að segja eins og margir halda að góða fólki vill bara opna öll landamæri. Nei, við verðum að gera þetta almennlega og by the way, þetta er ekki það mikið af fólki. Ég nefni það líka í greininni að það er nú verið að agnúast út í fólki frá Venezuela og þá virðist vera búið að gleyma því að þetta var hreinlega stefna stjórnvalda sem var að styðja við Bandaríkin í andkommunískum tilgangi að opna landamærin fyrir þessum stuðningsmönnum kapitalisma svokölluðum sem er fáránlegt og svo má líka benda það að Úkraínumenn eru náttúrulega komnir til Íslands og það er partur af pólitískri stefnu að veita þeim sérstaka vernd. Þannig að við erum komið með rosalega stóra tvo hópa sem var ekki fyrir séð. Hinn hópurinn er ekkert svakalega stór miðað við. Það hefur ekki vaxið neitt í líkingu við það sem stjórnvöld halda fram. Það hefur vöxturinn fyrst og fremst fólk frá Úkraínu og Venezuela. Akkurat. Þannig að það er svona verið að snúa dæminu svolítið ok, þetta er eins og að segja, þú veist, ég opnaði dyrnar hérna en nú er ég alveg brjáluð og ætla bara að loka þeim og mér finnst, og ég er búin að vera með málaflokki í 20 ára en ég er bara brjáluð yfir þessu ástandi. Ég er samt búin að búa það til. En Helen, má ég spyrja það einu því að þú nefndir til dæmis Merkel og móttöku flóttamanna frá Sýrlandi. Það sem að rökin voru svipuð og hefur komið í ljós að það verið gott fyrir Þýskaland, að Þýskaland þurfa á þessu að halda bara til þess að laga aldurspíramídann sinn og sömuleiðis er þetta að benda á að þessi ólík staða Bandaríkjanna og Evrópu er meðal annars að það er bara færri flóttamenn eða færri innflytjendur inn í Evrópu. Það er heilbrigðari aldurspíramídin í Bandaríkjunum eða þannig var það lengst af að meiri efnahagslegt afl út af fjölda innflytjenda í Bandaríkjunum heldur en í Evrópu. Þannig að þetta fær alls konar rök fyrir þessu. Það er að rekja þetta með glæpina og þetta rekja fyrir byrðunum og öðru slíku. En samt kemur bakslag í hugmyndina og það virðist vera eiga mjög auðvelt uppgangur í Evrópu hugmyndur það að flóttamenn séu að eyðileggja álfum og að sömuleyti þá getur við setið hérna og talað öll rökin gegn þessu en samt er þessi útlendingaandúð, þessi hugmyndum það að sem er eyðileggja menningunar og okkur annað slíkt. Þannig að hvernig eigum við að ræða saman ef að rökin bitni ekki vegna þess að kannski röki sem er á móti eru svona hálf ósögð sem er eitthvað svona hugmyndum að okkur standi einhver ógn af einhverju sem er erfitt að fara rök fyrir því að okkur standi í rauninu ógn af. En þetta er bara litar alls stjórnmál í Evrópu. Já, ég bjó í Bandaríkjunum í 7 ár og
þar að leiðandi svona kynntist ég aðeins þessu atriði með innflytjendamál í Bandaríkjunum. Það er bara, og það er bara staðreynd að heilu atvinnugreinarnar í Bandaríkjunum þeim er haldið uppi af ólöglegum innflytjendum. Og það er, írónían er kannski sú að það hentar ansi mörgum að það er ólöglegt vinnuafl í landinu sem að er tilbúið til að vinna fyrir ský og ingenting og þar er leiðandi sem sagt undir minimum wage. Lægstu launa þröskuldinum. Það vita það allir að þú sér fólk alls staðar í öllum svona, frá Mexíkó, frá Mið- og Suður-Ameríku, það er í hverjum einasta bæ í Bandaríkjunum og sérstaklega svona í Suðurríkjunum, þá er sem sagt stór hópur innflytjenda ólöglegra sem að vinna við það að tína ávexti, eru á ökrunum, eru að slá garðinn, þú veist, þannig að þetta er svolítið tvískinnungur, einmitt, og með þess að Trump sjálfur var með ólöglega innflytjendur þegar uppi var staðið í vinnu hjá sér, hvað sem hann vissaði ekki, en að þetta er tvískinnungur, að ætla að vera með svona harða orðræðu gagnvart þessu fólki en á sama tíma heldur það uppi sem sagt stórum parti og ég tók það fram í greininni að til dæmis í Texasfylki hver áhrifin eru af sem sagt ólöglegum innflytjendum eru massív, hvað þeir borga í rauninni samt í ríkissjóð eða sem sagt í fylkissjóðin. Þetta með Evrópu er athyglisvert vegna þess að einmitt þetta er svolítið keyrt á hræðslu áróðri sem hefur að gera með allt aðra hluti og hérna er það sem við þurfum að vera svolítið, sko þeir sem eru hlynntir því að fá hælisleitendur til Íslands held ég að margir hverjir gerir sig grein fyrir því að það eru hér öfl að takast á og þetta eru pólitísk öfl og þetta er pólitísk hugmyndafræði sem er að takast á og þetta tengist líka þessari vaxandi hægri stefnu á últrahægrið sem að margir vilja meina að sé bein afleiðing af nýfrjálshyggju þar sem samþjöppun auðs hefur bara orðið það hrikaleg síðastliðna áratugi frá kannski svona 80 þar sem þetta hefur verið að gerast að samþjöppun auðs er að breikka bilið á milli fátækra og ríkra og þá verður að finna einhverja blóraböggla í samfélaginu. Þannig að sko þegar það þess vegna og einmitt þetta sko að höfða til svona primordial, þú veist að höfða til þjóðernishyggju og trúarbragða er bara mjög gamalt bragð. En ég ætla reyndar að segja eitt að í þessum kommentakerfum sem að fara alveg rosalega í mig bara er mjög erfitt að horfa á rasískar yfirlýsingar sem betur fyrir þeim verstu nú yfirleitt eitt en að þetta er aldurstengt. Ég sé mjög mikið að eldra fólki sem að eflaust hlustar á ákveðna útvarpsþætti og svona ég held að yngra fólk sé húmanískara því ég sé ekki jafn mikið ungu fólki að vera með svona yfirlýsingar á netinu. En það sem kannski er leiðilegt er að þetta trix er að virka vegna þess að eldri kjósendur eru líklegir til þess að kjósa heldur en ungi kjósendur. Og þetta er eitthvað sem við verðum að hafa rosalega mikla varúð á. Að þegar að vera að dreifa svona alls konar ósannindum hreinlega flóttamenn, að þetta sé bara að taka yfir allt. Það er ekkert neitt að taka yfir allt. Ég meina, þú kemur til Þýskalands, þú kemur til Bretlands, þú kemur víða Evrópu, ferði frí til Ítalíu, hverjir fara ekki frí til Grikklands og Ítalíu? Það er ekkert alltaf að hrynja. Þú veist, það er látið eins og þetta sé bara allt rjúkandi rúst og glæpir á hverju horni og það er bara ekki tilfellið. En eitt allir ég bæta við. Auðvitað er það svo að með hamfarahlýnun og sem er í Afríku sérstaklega, þá má leiða líkum að því að flóttamenn og fjöldi þeirra muni aukast á næstu árum. Og ef að Vesturlönd fara ekki að hugsa alvarlega að fjárfesta í þróunarlöndunum, þetta er nú ekki orð sem er endilega notaði mikið í dag en fátækari ríkjum að þá bæði bara hvað varðar sérstaklega ökonomist þá er náttúrulega ekkert skrítið að fólk sæki þangað sem það telur að geta fengið betri líf fyrir sig og börnin sín. Þannig að við þurfum að vera vakandi fyrir þessu bara og þessari samvinnu með Evrópu, hvernig við ætlum að takast
við á þetta í framtíðinni. En eins og staðan í dag, þá engin holskefla að ganga yfir Ísland. Og þetta ekkert sem við ráðum ekki við, þetta bara þar pólitískan vilja og svo mætti bara endilega fara að taka á málefnum aldrar og öryrkja og fátækra, en hætta þá kannski bara að hygla þessu 1% sem að virðist fá allt upp í hendunar. Það á meðal auðlindirnar okkar. Þetta er bara reiknidæmi, sko. Orsökin eyðilegging nýfrjálshyggjunnar á samfélagunum, aukin misskipting, niðurbrot grunnkerfanna sem áður voru svona vörn fyrir fólk sem var með svona lægri tekjur og í fátækt, það að brotna niður. Svar pólitíkurinnar virðist vera vöxtur últrahægrisins sem að bæði nær árangri, nær bara heilu löndunum eins og Ítalíu, en nær lykilstöðu í stjórnmálum annarra landa eins og Svíþjóð, áður í Danmörku, núna í Finnlandi, mun líklega að gerast í Belgíu, það var mögulega rétt bjargaðist fyrir horni á Spáni, en þetta eiginlega megin þráðurinn í sögu Evrópu og þetta eru flokkar sem ekki vilja lagfæra skaðan af nýfrjálshyggjunni, heldur að beina athyglinni að innflytjendum og flóttafólki til þess að raunverulega halda áfram með nýfrjálshyggjuna, en það eins og stjórnmálin það eins og kom ekki svör við þessu. Því að við sjáum og svo koma menn hérna á Íslandi og vísa til þess að það eru breytingar á innflytjendastefnu í Danmörku og hér og þar, en það afleiðing af þessu sem ég var að vísa áðan vöxtur þessara flokka sem hafa kosið það að kenna innflytjendum það sem að nýfrjálshyggjan hefur skaðað samfélag. Já, og við bara sem samfélag á Íslandi, ég held að við verðum aðeins að fara að skoða hvernig samfélag við viljum vera. Vegna þess að við teljum okkur vera umburðarlynd bara svo lengi sem það rétta fólki, sko. En ég reyndar þetta pendúll og hann sveiflast. Og það getur vel verið að það sé svona últrahægri stefna á einn kantinn. Ég meina núna í Bretlandi þar sem ég stödd núna, að þá sáum við til dæmis hvernig fór fyrir Boris Johnson og hans hópi sem er svona meira kannski últrahægri heldur margir aðrir í íhaldsflokknum. Þeir eru komnir út og ég ekkert hissa á því það mikið að gerast til þess að verkamannaflokkurinn segir ekki í næstu kosningum hjá Bretunum sem eru búnir að fara í gegnum þessa Brexit stefnu og búin að fá svona smá írónía náttúrulega svo að leið og Brexit gerist að þá allt í einu vantaði vinnuafl, þannig að margar greinar sem sagt urðu af öllu þessu fólki sem að kom hingað að vinna. En samt herðað innflytjendastefnuna og stefnan á flóttafólk. Og eru bara komnir út í undarlega staði. Þetta mjög góð punktur vegna þess að ég held aftur þetta pólitískt örþrifaráð. Rishi Sunak og hans ríkisstjórn búin að skýta upp á bak, þú fyrirgefur hvað ég skuli nota þetta orðbragð, en þetta örþrifaráð aftur til þess að ná til einhvers hóps kjósenda vegna þess að þeir vissu að þetta virkaði í Brexit og ég tel í alvörunni að Sjálfstæðisflokkurinn sem komið niður fyrir, niður í 16%, var það í síðustu könnun? Já, það var einni könnun. Einni könnun, ok. Það er undir 20, það langt sem að fara yfir 20. Já, en svo það bara málið að ef þeir sýna og steita hnefanum og sýna fram á hvað þeir eru harðir í þessum málum, þá ná þeir alveg pottþétt að veiða upp einhver 5% ekstra atkvæði. Ég myndi spá því. Þannig að mér finnst þetta vera pólitískt örþrifaráð, mér finnst vera að leika með líf 50 manns, bara mjög ógeðfelldur pólitískur leikur sem á sér stað á Íslandi. Annað sem að Magnús Norðdal lögfræðingur sagði í fréttum helgina sem alveg bara hárrétt hjá honum. Það verið að búa til heimilisleysi. Hvaða ríkisstjórn í alvörunni á Vesturlöndum býr vísvitandi til heimilisleysi? Bara svona til gamans. Vegna þess að, og það núna þetta með, og presturinn, man nú ekki hvað hann heitir sem að ég vitnaði líka í grunni, hann segir sem sagt maðurinn að hann segir bara þetta vera bara svo tjaldbúðirnar í Calais. Ég pikkaði þetta upp á netinu þar sem hann var að tala þetta og þetta alveg hárrétt. Erum við í alvörunni tilbúin til þess að labba niður í Öskjuhlíð og það eru bara einhverja tjaldbúðir
hjá fólki sem að þarf að hírast í skítakulda og svo bettlandi nýri miðbæ vegna þess að það búið að koma þeim í þessa aðstöðu og þessi óþolandi að hlusta á þessu rök að þetta fólk getur bara verið heim til sín. Nei, það er ekki með plöggin, nei, landið tekur ekki við þeim, nei, þau eru algjöru limbói, það er ekkert lagalegt svar við þessu og að halda því fram að þetta fólk getur bara farið heim til sín, hvert og eitt einstakt tilfelli er frábrugðið öðru. Það er ekkert endilega svo að allir í þessum hópi getur farið heim til sín. Þannig að þú veist, en á meðan þá bara eykst þessi hópur og ég velti því fyrir mér, hvað þarf þetta að vera margir til þess að verða allt brjálað? Þangað til fólk segir hinga ekki lengra, bara breyta þessum lögum strax. Það er mikið þol víða. Þú þekkir það til dæmis í París sem eru heilu breiðurnar af tjöldum undir hraðbrautabrúm og öðru slíku. Já, og í Kaliforníu var það... Þú nefndir Bandaríkina, það er ótrúlegt fólk hvað heimilis þessi það. Í Kaliforníu var það heimilisveit fólk til þess að geta farið inn á Michelin veitingastæði í San Francisco. Já. En viljum við vera þannig? Við þurfum þess ekki, þannig að akkur ættum við, ég held reyndar að í þessum samfélagum er þetta oft reyndar, þá er magnið orðið það mikið að það kannski ræður ekki við á einum hverjum tíma, en til dæmis í Kaliforníu, þá tókum menn þann pól í hæðina að þeir byrjuðu að byggja þessi mikróhús og þar hefur verið gert mjög mikið til þess að reyna að koma fólki í einhver svona, af götunni. Þannig að það er vissulega fyrir eftir svæðum og fyrir eftir því hvar við erum að tala í Bandaríkjunum. En á Íslandi er þetta algjör óþarfi. Það er alveg til peningur til þess að halda þessu fólki í einhverjum úrræðum. Og mér fannst mjög einmitt hjó eftir því þegar einhver þingmaður Sjálfstæðisflokksins fór að tala um það. Já, við bara verum með svona, þú veist, miðstöð sem er þá svona ekki móttökumiðstöð heldur sendimiðstöð eða svona þú veist áðan að fólk fer sem er í þessu limbói og þá var bara bent á það þau voru í þannig úrræði þau voru komin í eitthvað svona millibils úrræði þannig að þau biðu úrlausnar og ég vil bara enn og hamra aftur á því Ísland hefur gengið núna allt í einu lengst í þessum málum sem er svo nonsensikala, öll Norðurlönd segja bara við myndum aldrei gera þetta því við ætlum ekki að fara að enda hér með fólk á götunni. Þannig að af hverju óskupunum erum við að gera þetta? Það var að vera að henda fólki út úr neyðarskilum, það er bara hannig. Og hvað gerist í vetur? Þú veist, ég menna, þegar þau fá ekki að fara inn í neyðarskilina því þau eru ekki með, þú veist, neina pappíra. Og kannski hvað, deyr þá einhver í tjaldi í Öskjuhlíð, líður okkur þá betur eða? Þetta er ógeðslegt. Þetta er ógeðslegt. Lækni þá kjör öryrkja og aldraða við það eitthvað degi. Já, eins og ég segi það er ekki eins og ríkisstjórnin hafi ekki haft alveg fulla burði til þess að bæta þessi kjör. Þeir eru búin að vera, næsta ári verður búin að vera 8 ár. Er ekki 8 ár næsta ári sem þeir eru búin að vera við völd? Já, 7 ár eftir að kjörtímabilinu, þá verður búin að vera 8 ár. Þá er það 7 ár sem þessi ríkisstjórnin er búin að vera við völd og hafa haft alla burði til að gera betur í þeim málefnum. Þetta er bara pólitískt val og það er verið að hafa fólk að fífli með því að láta þau trúa því að þetta sé annarkvort flóttamenn eða aldraðir og öryrkjar. Þetta er bara pólitískt spil og þetta er mjög ógeðfellt. Helen, alltaf gaman að heyra í þér og áhugavert að tala við þig. Takk að koma hérna að Rauða borðinu.